Bíddu! Ó, hæ, Babú. Hvað segirðu? Hæ, við erum á leiðinni í afmælið okkar, það ekki? Jú, það verður æðislegt. Já, ég hef áhyggjur af því. Ég vil ekki að það verði æðislegt. Ég vil að það verði leiðinlegt. Hæ? Af hverju? Sko, þegar þú hefur skipulagt afmælisveislun okkar, endar það oftast með einhverju brjálæðislu sem ég finnst ekki gaman. Hæ? Komdu með eitt dæmi. Allt í lagi. Til dæmis þegar þú bjóst til ídífu úr eldpiparnum. Hæ, krakkar, ég gerði afmælisdífu með leyniuppskrift. Afmælisídífu. Svoleiðis er ekki til. Prófa hana. Ég notaði bara aðeins svo mikið. Já, en þegar þú fannst öll ljónsmunnablómin? Jæja, við kveikjum í endanum og þá verður til litaspringja. Ég skal gera Fred, passaðu þig! Það var notalegt að fara í heitu laugina, manstu? Það er svo indælt að verja afmælin okkar svona, Glúmi. Takk fyrir. En af hverju vildur þú mæta svona snemma? Annars hafði tímasetningin ekki passað. Hvernig þá? Svona. 3, 2, 1. Sko, engar áhyggjur. Það stendur ekkert spennandi til núna. Lofaru? Afmælisloforð. Til hamingju með afmælið! Við bökuðum köku. Ég átti bara að ekki missa kökuna, Fred. Passaðu upp á það. Ég mista hana bara einu sinni. Ó, æði. Ekki sem verst. Takk, Völsömmul. Ekkert að þakka. Hérna, fá ykkur köku. Glúmi, ég notaði leynihráefni sem hún lést mig fá. Spotti, ég get ekki gert þetta í rigningunni. Liturinn rennur úr feldinum. Ég meina, þá geti náttúrulegi fallið í feldinum í blotnað. Kannski ég hói í Bubble. Hey, Bubble! Ó, daginn, Matti. Viltu koma í heimsókn? Ég bakaði köku handa þér. Ó, það hljómar mjög vel. En gaman að sjá þig, Bubble. Komdu inn og fáum okkur köku. Ó, afsakið. Ég verð víst að koma mér. Úr því að ég bakaði köku fyrir þig, gætið þú hjálpað mér smá? Er það ekki sanngjarnt? Jú, auðvitað. Flott. Þetta er rólustóll fyrir garðinn. Geturðu sett hann upp fyrir mig? Takk fyrir! Ok. Wow! Ætli þessi sé ekki til vara. Þú kannst sett upp rólustólinn, en fallið það er að bjóðast til þess. Ég gerði það nú. Ó, þú ert svo hóvær. Jæja, þá ætla ég að prófa að róla mér smá. Bíddu. Bubble, hjálp! Bubble, ef feldurinn á mér fyrir klessu, það fá sko fleiri en ég að fara í litun. Engar áhyggjur, Matti. Ég næ þér niður. Matti, mér dettur ráð í hug. Hoppaðu. Það er ekki ráð. Að hoppa er vitleysa á ráðaleysi. Gerðu það bara. Takk, Bubble. Synd hvernig fóru fyrir rólunni. Ég sem bakaði köku handa þér. Svona, nú áttu miklu betri rólu sem þú getur alltaf notað. Wow! Nema í rigningu.
hvað þetta ger, elskan? Bara lesa. Bækurnar eru svo stórar að það tekur mig óratíma að koma þeim heim til mín. Það er allt í lagi, gefðu þér tíma, vikur, mánuði eða ár, ef þú vilt. Haha, þú ert svo fyndin, mamma Scully. Já, það er víst. Gloomy, hvað ert að gera? Ég er að lesa áhrif hávaða á umhverfið. Ég læt reyna á hljóðbylgjurnar. Það reynir nú aðalega á taugarnar hjá mér. Hvað var þetta? Æ, elskan mín, þetta er eldfjallið Krákutá. Er það að fara að gjósa? Kannski, það við blundað frá því ég mann eftir mér, en kannski hafa hljóðbylgjurnar þínar truflað það. Ó, nei! Ef hið ævaforna eldfjall Krákutá verður reittir reiðu aftur þarf afar sjaldgæfa ísrót til að stöðva það. Þetta leyndardómsfulla grænmeti frystir allt sem það kemst í snertingu við. Það finnst bara á köldum fjallstildum Svartafjalls. Annars gæti eldfjallið lagt allt í rúst. Allt í lagi, mamma Scully. Engar áhyggjur. Ég finn það. Ég bjarga Tulipop. Já, það er frekar kalt. Svona! Komið þér í Krákutá. Jæja, Krákutá, kannski þú eitthvað kæl, Mamma Scully, mér tókst það. Ég hendi ísróttur ofur í eldfjallið og bjargaði Tulipop. Gloomy litla, heldur þú getið stoppað gjósandi eldfjall með grænmeti? Ég laug því, þú varst með ómikinn hávaða, svo ég sendi því leiðangur. En þú las það í bókinni? Úr ást og afbrýði, líf sjóræningja, allir það. En jörðin skalfsamt. Sko? Þetta er bara herra tré. En gott að þú skemmtir þér vel. Takk fyrir að bjarga mér. Já. Hæ? Ég er alveg viss að ég setti ostinn þangað. Jæja, hver át vínberinn? Ég veit þú ert þarna. Halló? Hlýtur að hafa flúið. Þá það. Aha! Fred, ég vissi að það væri þú. Já, ég vissi það kannski ekki, en ég vissi að það væri eitthvað og þá er það yfirleitt þú. Ekki voga þér. Ekki voga mér hvað? Æ, Bubble, ég get ekki hlaupið, ég var að borða. Svona nú, Bubble. Þetta var bara smá ostur, örf á vínber og nokkra pönnukökur. Já, ég ætti kannski ekki að vera að telja upp það sem ég tók. Nei, Bubble, ég get þetta ekki. Ég er á sandur. Ég sagðist ekki geta hlaupið. Fred, takk fyrir. Það var ekkert. Takk fyrir hvað? Þú vissir ef þú fengið mig til að hugsa annað en reiðina, myndi ég róast niður. Þú varst ógeðslegur og fekkst mig til að hætta að hugsa reiðina. Mjög sniðugt. Já, það er alveg rétt. Komdu, ég á miklu meira nesti sem við getum deilt. Hæ, krakkar, ég fann ókeypis nesti. Það er að klárast, en fáið ykkur. Vantar bara vínber. Ok, hlöfum að stað. Ha? Ég útskýrði á leiðinni.